Hey folks, gleðilegt nýtt ár og velkomin í Flæðiskerið með Rökkva og Jóa. Já. Og í dag verður með okkur glímu kappinn og bardaga íþróttamaðurinn Axel Kristinsson. Velkomin. Velkomin. Takk fyrir. Já, og við ætlum að ræða í rauninni svolítið það sem að Axel hefur gert. Þú hefur náttúrulega unnið marga Íslandsmeistartitla bæði í brasilísku jiu-jitsu og judo, unnið Norðurlandameistaratitill í judo og ert núna þjálfari í Mjölni. Það passar. Og þú átti svolítið merkilega sög að baki líka að þú varst mjög veikur þann tímabilið þegar þú varst að æfa og æfiðir þig eiginlega bara í gegnum það. Já, ég grindi sem sagt með það sem kallast Hodgkins lymphoma árið 2008, bara nokkrum dögum eftir að ég kláraði menntaskólann, ég var í MR og eftir það tók við bara stíf svona 7-8 mánaða meðferð, eitthvað sem kallast ABFD og mér fannst hjálpa mér rosalega mikið þegar ég var í meðferðinni að vera stöðugt að æfa, að vera að gera eitthvað. Það er mér finnst rosalega margir detti í svona ákveðin pakka, þú veist, já það er ákveðin sjálfsvorkunn í þessu og þetta er mjög erfitt tímabil en mér fannst eitthvað með að gera ekki neitt alltaf miklu verra, þá hafa maður tíma til að velta sér upp úr veikandunum og væli við þeim en ef ég var að keyra bara fara á æfingu, fara í skólan eða að reyna að vinna eitthvað aðeins að þá fannst mér allt ganga miklu betur, þannig ég svolítið æði mig í gegnum þetta. Já, það er örugglega mjög sjaldgæft að menn gerir það af því að ég myndi halda svona líkamlega að líkaminn hafi ekki orku í bæði að reyna að jafna sig og að æfa. Já, ég skil þá pælinguna líka og ég held að það er svolítið svoleiðis og maður svona vill svolítið, þú veist, aumingja þá sem eru of veikir og mikið og ég veit að ég má segja þetta því ég var veikur en maður fengi alltaf svona frekar mikla fordóma á sig ef maður hefði ekki fengið upplöta sjálfur en ég veit ekki, hreyfingin einhvern veginn allavega fyrir mig hjálpaði mér ótrúlega mikið og veist, þeir sem ég hef talað við sem hafa greinst líka og ég hef svona lagt þeim til reyndu, fyndu eitthvað að gera veist, það er ekki handla að vera hreyfing en verðu stöðugt eitthvað að því að liggja upp í rúm og gera ekki neitt eða vera bara heima ég held að það sé alltaf vera og það sem ég hef talað við það hafa alltaf þakkað mér fyrir þetta eftir á Er það ekki bara ákveðið niðurbrot ef þú ert á sama stað og gerir ekkert engin áhugamál og bara ferði í svona jafnvel þunglindi? Jú, en það er samt, þú veist, það sem að einhvern veginn fólk allast til eða gerir ráð fyrir, þú veist, þú ert veikur, já, taktu upp að róla, slið upp í sófa og horfa á mynd og kúrða aðeins eða eitthvað og svo kannski, þú veist, ef ég líði mjög vel að þá kannski farði, þú veist, eitt göngutúr eða eitthvað, þú veist, ég gerði bara alltaf æfingar, þú veist, þetta var alveg erfitt en mér finnst þetta langbesta leiðin til þess að díla við þetta. En fékkstu svona svolítið af því, svona athugasemdum, hvað ert að æfa, ertu brjálaður, eitthvað þannig eða? Já, svona stundum, það var svona, læknar var ekki allt á hrifnir af þessu, en sérstaklega þegar maður svona pínu ofnæmisbeldur náttúrulega, þegar maður er í meðferð, en það virkaði fyrir mig, ég meira þess að, þú veist, gekk svo langt að ég reyndi meira þess að keppa, en ég fór semst alltaf 2 vikna fresti meðferðin og kannski fyrstu dagana eftir að ég kláraði meðferðina, þá var ég svolítið ónýttur og þurfti að liggja í pínu, kannski 2-3 daga og var svolítið svona ælandi og svo maður svona aðeins byrjar að byggja sig upp og eftir viku, eftir hverja meðferð þá maður kannski komin svona ágætisról og svo aftur viku eftir það þá maður aftur sleið niður þannig að maður svona komast aldrei aftur á sama stað þannig að maður er alltaf svona aðeins verri og verri en eins og ég bara hafa eitthvað fyrir stafni fannst mér alltaf skilja mig miklu. Ég held að það sé náttúrulega rétt að ef þú ferð í þennan sjúkleika gír, þetta hugarfar og svona hálf gefast upp og bíða og sjá hvort þú lifir af eða deyrið af því að náttúrulega með hvítblæðið þá er möguleikin vel fyrir hendi að þú bara lifir þetta ekkert af og hann er kannski jafnvel stærri heldur en hinn möguleikin að þú lifir af og kannski í rauninni mjög heppin að hafa í rauninni bara sloppið lifandi frá þessu að það er kannski rétt að þú setur þig þá ekki í þetta hugarfar þar sem að þú svona horfir ekki fram á neitt þú veist, Nei, ég er reyndur að leita Hodgkins lymphoma er 11 grammin en það er ekki hvítblæði er hana. Já, ok, ég kann ekki alveg munin. Nei, en þetta er svona, Hodgkins er það sem kallast, það er svona þokkalega læknilegt krabbamein og þeir sem að fá þetta gengur oft mjög vel í meðferð og þetta greinist yfirleitt svona fyrir að snemma, maður fær svona stækkaði eitla í hálsi eða eitthvað svoleiðis en ég reynda greindist ekki fyrir mjög seint, ég fekk það sem kallast stage 4 BE og þú getur haft, það eru til 4 stages af krabbameini og stage 4 er það seinasta þannig að þetta var frekar slemt um mér sem er bara fyrir ofan og neðan þindina og þú vilt heldur ekki hafa bókstafi þegar þú fær greiningu sko B þýðir að ég var komið með einkenni eins og nætursvita og hósta og þyngdartap og svona
og því þetta komið aðra lífvefi, ég var líka með slipað í lungum og lifur, þannig að þetta var svona, leiti ekkert sérstaklega vel út hjá mér en ég held að sé samt yfirleitt skárra að fá Hodgkins heldur en hvítblæði, þannig að ég kannski heppin hann ekki með það. En jú, vissulega að eins og ég segi, svona að ég skil ekki alveg þá pælingu og alveg sama hversu veikur þú ert, þú fær alltaf eitthvað tíma, hvað sem eru vikur eða mánuður eða ár, saman hvort það gengur vel eða illa, og það pælingin á baku það ok, ég á þennan tíma eftir og ég ætla bara að bíða og sjá hvað gerist, ég ætla bara að slaka þess á og reyna sig líka um þetta, en ég meina síðan ef það fyrir illa þá hvað varst að eyða sennustu vikunum með mánuðum í staðin fyrir að njóta lífsins aðeins, þannig að ég sé ekki þetta tilvík þar sem að bara setja hausin undir sig og bíða sé góð aðferð til þess að díla við veikindi sko. Nei, það örugglega mikið til í því að ef þú hefur einhvern smá kraft til þess að gera eitthvað, að þá endilega frekar gera það heldur en að bara bíða og gera ekkert og hugsa bara veikindin. Já, nokkulega. Og þú hefur náttúrulega verið í fantaformi líka áður nú færið veikindin, þannig að þetta er kannski ekki eitthvað sem að einhver venjulegur skrifstofu PC geti gert að halda áfram að glíma í rauninni þegar hann fær þessi veikindi, en þú hefur náttúrulega verið í fantaformi, þannig að það hefur svolítið svona hjálpað þér að Já, það hefur alveg klárlega hjálpað mér og ég er ekkert að segja við alla sem fór grann mér þegar þetta keyra og glíma einhver fullu en þú veist að finna sér svona eitthvað hæfilega hreyfingu eða eitthvað, þú veist, og aðeins að geta silt betur í gegnum þetta heldur en að bara setja hausin undir sig og býða sér hvað gerist. Já, eða jafnvel mála myndir eða eitthvað sem þú getur gert ef þú getur ekki hreyft þig, eitthvað svona til að hafa eitthvað tilgang. Við deyjum líka öll á endanum. Nákvæmlega. Við höfum einhvern tíma öll og ef þú verður svona veikur þá er hann kannski mikið minni en minna, ef þú býður alltaf bara eftir einhverju í lífinu þá náttúrulega gerist ekkert hjá þér. Nei, mitt, og ég náttúrulega, þú veist, var lengi tímabilið þar sem að, að maður getur relapsað, semst, það getur tekið svo upp afturkrafminni og það tala fyrstu 2 árun eru sérstaklega verst, sko, og þá, er ég alltaf svona pínu, ég reyna að horfa fram hjá óttanum, en hann er samt alltaf allir staðar, maður líður alltaf, er ég að fara veiku núna og svo fékk ég kannski nætursvita og bara shit, þetta er komið aftur og maður líður að lítið byrja að hósta mikið eða léttist eitthvað aðeins og svo svona með tímanum þá lagast þetta, ég reyna að keyra yfir þetta, en þetta er samt svona alltaf að baka eyrað, jafnvel ennþá þetta í dag, svona, er ég alltaf í einhverju kappi við að passa einkennin og eitthvað svoleiðis. Ég held að þá sé mitt mjög gott að hafa eitthvað svona virkilega fyrir stafni til að keyra á, til þess að vera ekki bara alltaf að detti þessar hugsanir. Já, ég reyna að halda mér svolítið aktífum og þetta hefur svolítið spilað þátt í því held ég. Ég gerir svolítið mikið, ég er bæði í námi og ég er að vinna og ég er með barn og allt þetta. Og kannski svona ómeðvitað er þetta eitthvað svona ákveðin leið til þess að þurfa ekki að díla við þetta verið leiti. Já, ég hef nú ekki neitt svona eins alvarlegt dæmi en ég man að þegar ég var fyrst ástfangin af konu minni og hún var ekkert innan seilingar, hún átti annan mann og eitthvað svona, að þá ég hugsaði að ég verð að gera endalst alltaf eitthvað, því annars fer ég bara að velta mér upp úr sjálfsvorkunn, skilur við. Og þú veist, þegar þú verður svona kannski meira og meira hrifin af einhverjum og ræður ekki við það, þá áttu erfiðara með þig innan viðkomandi, þetta er svona vítarhingur, skilur, búin að hugsa einhvern allan daginn svo hittir hann og eitthvað. En ég tók svona svipaðan pakka á það að vera alltaf að gera eitthvað, til að vera ekki að velta mér upp úr, ekki hugsa um þetta. Vera síðan eðlilegur fyrir hittana því ég er ekki búin að hugsa um hann allan daginn, skilur. Já, það hljóma bara mjög skynsilega. Það er náttúrulega ekki alveg alvarlegt eins og þú lendir í. Það er skára að lendi í smá ástarsorg heldur en að deyja allavega. Allavega ekki. Í flestum tilvikum. Og við komum báðir á réttum enda útrúið þessu allavega. Já, nokkulega. En bardalistir, myndirðu segja að það veri gott að stunda bardalistir til þess að fá smá bjartsýni? Vera svona bjartsýnn og svona kannski meiri von? Ég veit ekki hvort þessi bardalisti frekar heldur en eitthvað annað, bara svona hreyfingin hjálpar ótrúlega mikið en og ég meina hver snýja sinni stakk bara, þetta hefur hendað mjög vel fyrir mig, þetta er alltaf bara svona leiði vel fyrir mér finnst þetta þægilegt, þetta gefur mér svona ákveðna losun og mér líður bara vel eftir þetta, þannig að hvort sem það frekar en eitthvað annað, að bara fólk finnir sér eitthvað sem það hefur áhuga á og það vil gera. Svo kannski líka það fyrsta sem að fólk finnir fyrir þegar veikist og þá fer að velta fyrir akkur ég og verður svona reitt kannski og þá þarf einhver útrás. Já, nákvæmlega útrásin hjálpar gríðarlega mikið og ef þú ert svona reiður í sniglingunum eins og ég hef oft verið þá myndi ég klárlega að mæla með bardalistum. Já. Ég er svona talsvert rólegri dags ef ég er að æfa með eða ekki. Það reyndar einkennir svolítið einmitt menn sem í bardalistum og þeir eru yfirleitt bara svona mjög rólegt fólk. Ég tekið sérstaklega eftir þessu. Sjáðu bara viðtalið Gunnar Nelson til dæmis
sko, það engin svipriðin sinni, hann svo rólegur. Já, þetta náttúrulega, maður bæðir greiðlega búin að því kannski eftir æfingarnar en þetta veitum mann náttúrulega mjög mikið líka svona sjálfsöryggi og ákveðin rói yfir manni bara. Já, Gunnar náttúrulega einstaklega svona rólegur. Já, hann náttúrulega bara alveg fárulegur, það ekkert hægt að miða sig við hann svo sem. Já. Nei. En fólk heldur almennt þetta sé svolítið öðruvísi. Þessi kann að slást, hann lítur að vera bara brjálæður í skapinu. En þá kannski það frekar að horfa á steraboltana sem eru með lítið sjálfsöryggi. Já, sem að læri ekki bardagslist. Sem að læri ekki bardagslist. Lyfta lóðum. Lyfta lóðum og eru berjafólk niður í bæ. Menn sem eru niður í Laugardal að taka hringspökk hver á annan. Já, og gera það út af bara gríðilegu sjálfsóöryggi. Já. Og hafa eitthvað með tilhneigingu til þess að vera að draga aðra niður í tilraun til þess að upphefa sjálfan sig. Á meðan að ef þú ert í bardaglistum að þá líður bara vel í þínu eigin skinni og veistu hvað það gerir, þú veistu hvað það verja þig og það þarf ekki að vera í þessu rugli. Ég veit að sjálfur, ég var semst að æfa júdó þegar ég var mjög lítill, kannski 12-13 ára og svo lendi ég í bara mjög slæmri líkamsárás. Ég var út í Danmörku með bróðum mínum og það var bara ráðist á okkur, við vorum með eitthvað svona vinahópi og ég og bróðum mínum einu sem tók á móti og þeir sem ríðast á okkur voru með vopn og ég var slegin með kilvu í auga, ég misti næstu í sjónina og fór bara frekar illa út í og eftir það þá bara var ég gríðarlega óöruggur, mér leið mjög illa og ég með þess að gekk það langt, ég gekk með hníf á mér bara, ég hugsaði bara þetta ætla ég ekki að láta koma fyrir aftur. Nei. En svo eitthvað með byrjaði ég að æfa og fór í júdó aftur og svona hægt og rólega fékk þetta sjálfsöryggi aftur og þá hugsaði ég hvað ég að spá á þessum aldri, að ganga með hníf þetta er bara óöryggi. Á svona stórslys líka. Þetta náttúrulega bara að þú lendir í einhverju sem mjög óalgengt, þú ert mjög óheppin að lenda í einhverju svona hræðilegu og margir náttúrulega sem að lenda í hræðilegu slys eða hræðilegri lífsensu, þau bregðast í rauninni við of. Já, einmitt. Að kannski ef þú missir eitt barn þá ertu kannski að passa svo mikið upp á hinn börnin þín að þau fá engan frið, skilur. Þið alltaf að spáði hvort þessu öryggisbelti eða einhverju og sérstaklega kannski tengt því sem að kom fyrir þig. Að ef einhver myndir kannski ræna barninu þá myndir kannski ekki treysta neinum og leyfa þeim að tala ókunnuga þó að það sé ekki kannski meiri líkur á næsta barn lendi í þessu heldur en öll önnur börn. Svo er líka svolítið áhugavert að þú nefnir þetta óöryggi að ég hef ekki heyrt það að það sýlum þessi boði áfallahjálp fyrir það sem lenda í líkamsárásum. Er það til? Vitið þið til þess? Ég hef ekki heyrt það. Nú bara veit ég ekki, ætla þess ekki hægt að leita sjálfur sjálfur en ég veit ekki hvort að ríkiskaffi er eitthvað Að því að maður hugsa sko þetta ætti að bjóða upp á svoleiðis því að þetta er okkur áfall. Já, þetta er mikið áfall sko og manni líður bara humulega eftir þetta. Já. Því að sko fórnarlöf til þessu naukur það fá alltaf áfallhjálp eða þau fórnarlöf. Mjög skiljanlega líka. Já. Já, þú gerir þér oft grein fyrir alls konar hlutum ef þú hefur lent í alvöru áflugum, alvöru líkamsárás í rauninni að þá skiluru heiminn svolítið öðruvísi af því þú veist hvað getur gerst ef þetta gerist. Að þegar þú hefur aldrei lent í neinu svona þá veist í rauninni ekki hvað gerist þegar þetta gerist, þú veist ekki hvernig það er að lenda í þessu og kannski hjálparleysið ef að þú ert í rauninni borin ofrefli og kannski líka tilfinningin ef að vinirnir hlaupi burt og skilja þig eftir og alls konar svona öðrum í rauninni áföllum sem að þú getur lent í og skilur kannski bara ílskuna sem getur falist í einhverjum einstaklingum þú ert allan ekki búin að vera fyrir henni. Nei, mitt það er víst áfall en ég myndi taka undir það að æfa bardaglistir, nú er ég ekki endilega að tala um hvort þú hefur lent í árás sjálfur en það að æfa bardaglistir það sem þú ert alltaf að berjast við einhvern og jafnvel þegar það er ekki högg, þegar það er bara glíma þá ertu samt að takast á við einhvern og hann er að reyna að kyrkja þig og þetta vekur upp eða snúa upp á hendina á þér eða eitthvað og þvinga til uppgjár, setast onaði og þetta er náttúrulega mjög svona frumstæð hvöt í manni að verja sig að það er óþægilegt þú tekur mann sem er aldrei glímt, þú glímir við hann og þú sest oná hann, setur hnýð oná hann og beigir hann og eitthvað svona, þetta er ofbáslega óþægt þetta er ekki eins og spila bara boltaleik og tapa og málið er að ef að þú hefur stund að þetta og ert vanur þessu þá róastu þetta niður því að þú hefur svona hálfpartinn lent í því versta sem þú getur lent í og það þá kannski einhver kunni öskra á þig er ekkert eins ræðilegt þegar þú hefur lent í að Gunnar Nelson snýr upp á þig og laðist onna þig og eitthvað og kyrti þig, skilur við. Nei, mér finnst einhvern veginn allt annað í samanburði, eftir að hafa við að glíma og taka að glíma það er einhvern veginn bara, gefa mann ekki bara sjálfsöryggi, að mann lendir slagað eitthvað, bara gefa mann svona sjálfsöryggi í lífin, mann líður bara aðeins betur. Já. Og samt er það pínu leiðilegt og fólk er alltaf með þessa fordóma gagnvart
bardaíþróttum og ég kallaði alveg fordóma því að það það að fólk heldur að maður sé eitthvað sem maður ekki fólk gerir ráð fyrir að þessi, hann er í mjölni, hann alltaf að fara að berja eitthvað en það er svo þver öfugt við það ég til dæmis minnst alltaf gott að taka dæmi það var einn strákur sem var æfið á mér fyrir svolítið síðan og var svona pínu vandrækjans í skólanum og var pínu alveg í slagsmálum og bara svona pínu erfitt case en eftir hann bara æfið á mér þá var hann fann að lagast og það minnkaði gríðarlega mikið og ef það var eitthvað þá rækja hann eitthvað ákveðin tíma og svo kom hann aftur og byrjaði að haga sig vel og svo lenti hann einu sinni í einhvern svona slagsmálum við einhverja stráka og það sem hann hefði kannski gert einu sinni var að kílósparka móti en þarna þá tók hann utan mannstækjan og hélt hann bara föstum og var ekkert að meiða, bara hélt hann föstum en vinur hans kemur og tekur fótboltaspark í gagnaugað á stráknum sem hann hefði á mér og það voru allir snældu vittlausir en út í strákinn sem hann hefði á mér þannig að og ég vissi ekki hvort ég ætlaði því ég heyrði það að ég hvort heldur þessi hættulega að halda einhverju niðri eða taka fótboltaspark í gagnaugað okkur og bara því hann æfði í mjölni hjá mér að þá var hann ábyrgur fyrir öllu þannig að þetta er svona svolítið gegnum sírt í fólk sem er pínu hrætt þetta skilur þetta ekki alveg, veit ekki alveg út og hvað þetta gengur og þetta er bara svona hræðsla vekur upp svolítið slæma tilfinningar og skerðir svolítið svona dómgrindan hjá fólki Rocky syndrom eiginlega ef þú kemst langt í bardagalistum þá náttúrulega færðu þessu útrás fyrir þess að þörf fyrir að takast á og svo leiðis og þú færð að reyna þig og það að vera að lumbra á einhverjum þú veist, út í bæ sem að geta ekkert þú færð ekkert út úr því Nei, nákvæmlega ef þú ert þannig innrættur til að byrja með ég meina, margir náttúrulega sem byrja í bardagalistum myndu aldrei hafa ráðist á neitt hvað sem var Nei, og eða með fólk sem eru vant að gera þetta og fyrir sinni bardagalisti það hættir þessu það er bara, þetta er ekkert algilt en þetta er svona reisla sýnir og þetta með fólk sem að ráðast á fólk nýr í bæ eða bara jafnvel í grunnskólum þetta er náttúrulega alltaf út af næstu alltaf út af bara óöryggi fólki líður illa út af einhverju bara líður illa í sínu skinni og hefur einhverja þörf fyrir því að láta öðrum líða illa og í einhverju svona tilraun til þess að upphauða sjálfan sig að ég meina, ef ég lem hann þá lít ég vel út hann líti illa út í staðin fyrir að vera nú öryggur ég er bara nokkuð flottur eins og ég þarf ekkert að vera níðast á honum til þess að ég sé flottur ég er bara flottur ef þú ert vinsalasti strákurinn eða stelpan eða eitthvað og þú veist átt marga vini að þá kannski nennir ekki heldur eitthvað að vera að pota í einhverjum minnum áttar sumir eru þannig samt en þú kannski hefur bara heilmargt annað að hugsa jákvætt sem að kemur í veg fyrir að þú og eða gengur úr svolítið vel í íþróttum að hvað nennir að vera eitthvað Nei, og síðan alltaf þetta er svona í grunnskóla kannski þess vegna krakkar hafa og mun alltaf vera að slást og það er bara þannig það er alltaf bara ákveð óryggi sem er að vaksa upp og það er gangi í gegnum en síðan alltaf vex þetta af flestum og ég meina komin í menntaskóla út yfirleitt kannski vonandi hættur að slást allavega en þeir sem eru gaggjart að fara nýr í bæ til þess að lenda í slagsmálum þetta eru þeir sem að komast ekki upp úr gelgjunni þeir sita bara fastir á þessu skeiði og hafa eitthvað með þörf fyrir svona alltaf kannski, ég vil ekki að taka alla fyrir sem eru að lyfta en það virðist vera svona ákveðni styruboltar sem að vera síðan ennþá reyðir í gegn því að taka styrum þeir virðast hafa þörf fyrir að fara og láta aðra líða illa í einhverju tilhund til þess að upphjóða sjálf sig maður tekur eftir þessum karakterum niður í bæja ef maður fennir í bæ það þarf ekki eins og vera þú veist kvöld helgar heldur bara að setja labbarinn í bæ og þá tekur eftir því þegar rekast svona harkalega utan í og þú sérð það viljandi en það er líka kannski eitthvað á móti svo þeir geti nú ekki ástæðu ofta þessum hverjum þeir sækja frekar í vakstrækt þá lítar út fyrir að vera sterkir þeir sækja ekki bardagalistir sem verði rauninni færir að verja sig eða berjast eða hvað sem það er Þetta eru bara öðvar sem eru góður í að taka upp hluti og setja aftur niður það er náttúrulega líka svolítið glímt og það er oft alveg ótrúlega gaman að glíma við svona rosa veðurfjöld sem kom í glímuna og þeir pakka manni saman fyrst en ef maður næri að glíma við á nógu lengi þá verður oft svo þreyttir að þeir verða máttlausir og allt í einu getur maður bara gert það sem maður vill við þá þú veist að manns eigin litlu veðvar eru bara allt í einu orðnir alveg jafn sterkir og þeirra úrvinda sem þetta veðvar og það er óbúslega gaman að sjá hvað er vandræðileg þetta er náttúrulega aðalatækni aðalatækni og ég myndi segja að fólk er að þjálfa grunnnámskeið í glíminu að eftir sem að slaka meira á því fljótari ertu að læra eitthvað nýtt til eitthvað nýja hluti að því að þú kemst alveg eitthvað áfram að styrknum og hraðanum til að byrja með en þú stoppar samt einhvern stað því að þú ert alltaf að
sleppa kannski tækninni og taka þetta á styrknum og þá sem þeir sem eru líkamlega veikari þeir eru fljótar en upp tækninni í staðinn og endanum munið ná þér og fara fram með þér og þess vegna eru stelpurnar sem að koma á grunnnámskeiðinu glímunni þær eru yfirleitt alveg tæknilegri í lokin á námskeiðinum heldur en strákarnir bara út af því að þær þurfa að fá tæknina alveg svo ég er svona kannski frekar lága svona léttur og ég hef alltaf þurft að vinna meir með tæknina heldur en styrkin og ég mitt bara hef pínu gaman að því að taka það sem eru stærri og pakka þeim pínu saman að þetta er alltaf svona pínu ego-check að eitthvað sem er miklu minni og miklu léttari sé bara taka þig í gegn að þá svona fattar ég ok, ég ætti kannski að læra að slaka hans ég ætti kannski að hlusta á hvað hann er að segja Ég kannski ekki alltaf bara vöðva mig í gegnum allt og líka með þessi sem eru niður í bæ þeir eru alltaf að leita þú sérst á ekki að tækla stærstur og sterkustu og voru ég ekki átti þá þeir eru alltaf að fara eitthvað svona minni ég hef sjálfur unnið sem dyravörður og ég veit alveg hvernig það er að sjá ekki að hann er dyravörður sem að er svolítið lítill reyna að fara í hann og það var náttúrulega ekkert enda sérstaklega vel fyrir fólk en svona er þetta Já, ég hef náttúrulega glímt við þig ég glímdi stundum við þig í eldgamla daga þegar þú varst í rauninni veikur og varst í Mjölni að æfa og svoleiðis og þá eldgamla daga gæti unnið þig en svo svona seinna að þá einhvern veginn skildi maður aldrei hvernig maður gat tapað fyrir þér en það gerðist alltaf maður réðst að þig og einhvern veginn svo lítilli hlýt að komast fram hjá fótunum hans og hlýt að komast svona og einhvern veginn en samt einhvern veginn gerist alltaf eitthvað annað heldur en ég hélt að myndi gerast mér fannst það svolítið eins og svona öfug eðlisfræði að þú veist, ég býst við að þú veist hlutinir hreyfist okkur þáttur í ítið á eitthvað og alltaf gerist eitthvað öfugt það sem ég trúði og svo var ég búin að tapa það var eiginlega svona skemmtileg niðurlæging næstum því að glíma við þig Já, þetta er tæknin tæknin skilar sér alltaf Já En þú byrjar í júdó, er það ekki? Jú, ég byrjaði í júdó því ég var kannski 11-12 ára og var þar í nokkur ár og síðan færi ég mig síðan hætti ég í einhver tíma og ég hætti svona í einhverjum svona transitioni því ég átti að fara upp með aldursóp sko. Það er svolítið erfitt að tapa og síðan byrjaði ég aftur og ég man fyrsta æfinga því ég byrjaði aftur að þá var svona verið að kreista mig og ég myndi halda mig niður og ég hugsaði bara á leiðinni heim að aldrei gera þetta aftur, þetta var svo óþægilegt en síðan einhvern veginn hélt ég bara áfram að mæta og síðan var þetta bara orðið og síðan byrjaði að vinna mót og byrjaði að vinna fleiri mót og svo var vinur minn svona aðeins að með mér besti vinur minn, Þráinn hann byrjaði í Mjölni dróð mig yfir á einu æfingu og svo var ég farin að gera bæði með heil langan tíma, bæði júdóið og Brazilian Jiu-Jitsu í Mjölni og svo á endanum fór ég svona alveg yfir því ég byrjaði að þjálfa almennilega Já, en þú er alltaf haldið í rauninni júdóinu svolítið inn í þessu og notað mikið úr því keppni Já, mér finnst náttúrulega júdó alveg frábær íþrótt og hefur gert mikið fyrir mig og hjálpaði mér náttúrulega gríðilega í Brazilian Jiu-Jitsu og kannski fyrir þá sem er að hlusta og veit ekki alveg hverju munun er á júdó og Brazilian Jiu-Jitsu er að júdó er miklu meira bara svona standandi glíma og Brazilian Jiu-Jitsu þó að byrja standandi að þá heldur það áfram miklu lengur í gólfinu og ég er aðalega gólfglíma þannig að ég hef alltaf svona það advantage í Brazilian Jiu-Jitsu að það er miklu auðveldar fyrir mig að ná glíminu niður í gólfið ef ég vil út af júdóinu þetta spilar rosa vel saman sko. Í júdóinu er ég talið mjög góður í gólfinu og í Brazilian Jiu-Jitsu er ég talið mjög góður standandi Já, og notar ekki svolítið einmitt júdóið á brasilísku jiu-jitsu menninu og öfugt Jú, algjörlega þess að þetta spilar mjög vel saman Þú hefur ekki prófað venjulega íslenska glímu? Nei, ég hef aldrei, ég fekk eitthvað boðum að keppa í henni en ég hef aldrei farið í það er svona aðeins öðruvíst, þá eru menn ekki svona beltum, svona næstur svo súmbeltum og byrjar að halda í beltið ef ég skilja rétt en þetta er svona alveg svipað mörgu leiti en maður getur ekki gert allt Ég hef nú aldrei skilið einhvern veginn þá íþrótt mér finnst það mest snúist að það vakka fram og aftur þá getur einhver dettur niður Já, ég held að byrja á okkur svona takt að byrja að stíga vinstri hægri saman og svo ég að byrja en þetta er held ég erfiðar en maður heldur sko Já, þetta er sennilega miklu erfiðar en maður heldur það er bara málið Já, tilhuga lífið er svona samkvæmistans og svo glímaðir Já, þetta er svolítið þannig En þið hlusta á Flæðiskeri útvarpi sögu Jóhann Kristjánsson hérna með ykkur og Brekku Vistinsson og Alex Kristinsson Axel Kristinsson glímukappi og bardaga listamaður hann er hérna hjá okkur og við ætlum að halda áfram eftir skamma stund Þetta er Duran og Ordinary World heitir þetta lag þetta er frá 8. áratugum Þetta er reyndar frá 1991 held ég þeir gerðu svona þeir komu saman aftur 1991 og segja early 90s eitthvað Já, þeir gerðu hérna Ordinary World og Come Undone sem eru einhvert bestu lögin þeirra Já, alveg rétt á þessum tíma Já, einmitt En við höfum stundum tekið einmitt lög með svona ýmsum 80s listamönnum
Já, við erum náttúrulega á þeim aldri að fyrir okkur þetta eitthvað svona gullöld eða eitthvað eins og fyrir foreldrum mínum 1960 eitthvað, það eitthvað gullöld í tónlist og mér finnst öll þeirra lög verið eitthvað bara dúbi dúbi dýri dam 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 eitthvað svona og bara eitthvað rusl eitthvað barnalög. Þetta ágætt, ég byrja að hlusta einmitt á þau lög og svo sem að kemst inn í fílingin þá. Já, en mér finnst þetta bara svo formlegt, þau að segja þetta séu æðislega lög, eitthvað bílarnir og eitthvað og svona dót og eitthvað drasl og svo kallaði kannski eitthvað eins og Deepheads Mode sem miklu flóknari og betri tónlist með margfalt betri textum, síbílja. Þú veist, ég bara, hvað meinar? Þetta alveg tónlist. Þetta ekki spurning að bera virðingur í kynslónum? Já, ég meina bílarnir voru nú kannski ekki bara eitthvað dúbi-diri-dí, þeir voru, það var stundum dýft í þeim en margt af þessu singing dum-da-diri-diri-dum-diri-dú, þú veist, þetta bara, ég veit ekki, þetta barna tónlist. Will you still need me, will you still feed me, þú veist, þetta bara, En eins og það heyrið þá að hlusta Flæðskýra útvarpssögu, þetta Rökkvi Ísleifsson. Og við erum byrjaðir að móðga fólk núna, ég byrjaðir að móðga fólk núna, komum tangi. Jóhann Kristjánsson með ykkur líka og gestur okkar, Alex. Nei, ég ætla að segja þetta vitlaust aftur. Þetta mjög erfitt, ég veit það. Þetta kemur. Þetta flókið það einhverjum sem datt í hug upp að snúa þessu við. Já. Skilur við, Alex og Axel. Já, það bara eitthvað lesblindur sem að uppalega hétu allir annarkvort Axel eða Alex og svo var eitthvað lesblindur sem að skýrði strákinn sinn. En ég ætla að skrifa niður nafnið að sérna. Já, skrifa þetta niður. Hann er ekki í AMM, hann er í MMA. Já. Ég mitt. Eða hann í MMA? Ég svona aðeins í MMA, ég ekki að keppa. Ég var mjög mikið að æfa tímabili en svo einhvern veginn langaði mig aldrei sérstaklega mikið að keppa, aldrei nóg til þess að ég lét verða af því. En ég miklu meira að glíma, en ég alveg stundum að bóksa og kippa og ég að kenna það eins fyrir úlingana og börnin. Þú lærir þetta og þjálfar og æfir þetta en þú ert ekki að fara út í feril. Nei, ég er ekki að keppa og ég er ekkert sérstaklega mikið að svona, það sem að kallast að sparra eða kílósparka og pluss glíma. Geri lítið af því. En það náttúrulega ekki svolítið þannig með blandaðar bardagalistir eða MMA að ef þú ferð út í þetta þá þarfst eiginlega annarkvort að fara út í þetta af fullum krafti eða sleppa þessu. Jú, þetta svolítið mikið svona allt eða ekkert, þetta ekki eins og náttúrulega, ef þú ætlar að fá almennilega borga fyrir þetta að þá verður að vera top 10 í heiminum það bara svoleiðis, þannig að þú ákveður og ætlar bara að vera eitt svo besti og stefnir að því eða þú ert bara svona siglita sem áhuga mál Geta allir náð því markmið að vera svo besti? Svo segi ég, en það má alltaf reyna. Já, en það náttúrulega frekar mikið vonbrigði búin að reyna í 10 ár og svo gerist ekkert. Já, en 10 árum lífiðinu bara í ekki neitt. En þá allavega reyndi maður, þá maður ekki alltaf með að baka eira ég hefði kannski getað gert þetta og bara vistu og gastu það ekki. Já, þá geta allavega mamma og pappi sagt, nei, þú reyndir og þér mistókst. Já, svona, það var það útrækt. En ég meina Það er alltaf að finna neigali þetta á sig. Það er alltaf líka vegferðin sem er skemmtileg og þeir sem eru að reyna að vera atvinnumenn í þessu að þeir verið að skemmta sér bara virkilega vel við það, þannig að það er náttúrulega líka aðdánuvert. Taka þátt og þetta sé erfið sigling Og það er náttúrulega önnur leið hvort sem er glíma eða MMA eða aðra bardaga íþróttir að þú getur í rauninni svona orðið hálfgerður atvinnumaður eins og þú ert í rauninni núna með því að þú keppir eins og þjálfaru og það er þá í rauninni það sem þú færð fastar tekjur af. Já, og reyndar margir af þessum strákum og þessum stelpum líka eru að taka sér rosa mikið einhvern og eru að fá tekjur út af því að vera að þjálfa og sína og fólk hefur alveg áhuga á því sem við erum að gera í Mjölni og það vill koma einhvern tíma og það vill koma námskeið, þannig að það er alveg hægt að gera meira heldur en bara að fá tekjur að keppa, ég finn sérstaklega átt að keppa það sem kallast amatörum sem er ekki atvinnumennska, að þá ertu náttúrulega ekki að fá neitt borga, þú ert að kosta flugi út sjálfur og þetta er náttúrulega erfiður uppdráttur sérstaklega fyrir okkur í Íslandi að þau eru alltaf að fara út eða alltaf að keppa og verða eitthvað nafn þannig að það er gott að geta haft tekjur eitthvað annars staðar frá líka. Já, en bara það sem að fólk skilur ofta að gera, þú getur verið atvinnu bardagalistamæður, þú sért ekki atvinnu keppnis bardagalistamæður. Já, einmitt og það eru margir sem gera það, eru bara virkilega góða þjálfarar og það er líka þannig að þú sért góður að keppa þá þýr ekkert að sért góða þjálfarar og þú sért góða þjálfarar þá þýr ekkert að sért góða að keppa heldur. Það er ekkert saman sem verkið ára milli. Nei, það er oft svona inn í jöfninu en það þarf ekkert að vera þannig.
Já, þú þarfst að hafa svona vissan lámarskilning á því sem þú ert að gera Já, til þess að geta verið góður keppandi og þú þarfst að hafa lámarsfærni í keppni til þess að geta verið góður þjálfari en það að miðla þinni þekkingu til annar er ekki það sama og að hafa þekkingu. Nei, nákvæmlega, það að geta miðla þekkingu er gríðarlega mikilvæg þáttur í þessu og mér finnst oft líki svona sjálfur svolítið við svona því ég er þjálfari en ég tala bara kennari eins og í háskólum og eða bara grunnskólum eða hvað sem að þeir sem hafa ekki áhuga á því þeir sem er að kenna að þú getur verið með bara gríðarlega kláran einstakling bara sem er búin með 5 doktorsgráður eða eitthvað og hann getur vita allt allt en hann hefur ekki alveg áhuga að miðla þekkinguna áfram og kann það ekki alveg að þá er hann ekkert að skila neinu almennilega til samfélagsins en aftur á móti getur haft eitthvað sem að veit þrefalt minna efnið en hefur bara brennandi áhuga á því að nemendurinn hans læri og viti hvað hann er að tala og kann að miðla efnin og getur útskýrt á svona grunnleveli, gerir pínur ráð fyrir allir séu heimskir sem er gott og það næri að koma til skil og það eru góðu kennararnir sko. Og það sem ég er að gera með þjálfarna mína ég hef bara virkilega áhuga á bardaíþróttum og ég hef virkilega áhuga á hvernig þetta virkar ég er sjálfur að læra verkfræði og ég er svona pæli mikið í eðlisvænabækur hlutina og færi þingdana hinga þá gerist þetta og byrja þess að rúlu þá getur haldið áfram með hann og þetta gerir svona og setur löppin og þanga þá gerist þetta og ég er svona að útskýra af hverju þetta virkar, ekki bara þetta virkar svona ekki bara kenna þér alla punktan á kortinu heldur hvernig þeir tengjast og af hverju þeir tengjast. Nei, nákvæmlega, fá fólk til að hugsa líka þetta gerir svona út af þessu. Það var svolítið merkilegt, við vorum með Magnús Ver hérna fyrir nokkrum vikum og hann einmitt talaði af því að við tölum hvernig hann var mjög tæknilegur svona kraftamaður. Hann hugsaði allt, maður sá hann hugsaði út hlutina og gerði hlutina alltaf mjög tæknilega rétt, sko, hann fautaðist ekki bara einhvern veginn áfram og hann komst mjög langt á því og hann sagði ég er náttúrulega menntaður iðnaðarmaður. Þannig að þarna sér maður strax svona hliðstæðu í að þú notar svona verkfræðin og hann notar, ég man ekki reyndar hvað iðnaðan lærði en hann sér svona eðlisfræðin á bakvið eins og þú. Já, það er sem er gaman að heyra, ég vissi þetta ekki en mér finnst það mynd spila mjög vel saman sko, skólinn og bardaíþróttirnar og ég reyna að tengja á milli, eftir því sem ég verið að þjálfa meira og æfa meira, það er mér gengur betri og betri í námi það er bara verið þannig fyrir mig, þannig að kannski aðlúta skipulagningu en mér finnst eitthvað meginn bara svona að ég fá dýpri skilning bara á öllu og ég get svona haft meiri áhuga öllu og tengja allt saman læta þetta spila vel saman. Ég held allavega að þegar þú neyðist til að brjóta niður hlutina í svona mjög einfaldar einingar til að geta kennt þær þá öðlastu mjög svona djúpan skilning á efni og kannski þjálfurinn í því að brjóta svona hlutina niður í glímunni er kannski bara mjög gagnleg fyrir síðan verkfræði. Já, algjörlega og þessi eiginleiki að geta tekið hlutina og brjóta niður og pælta hans í þeim og unnið útfræðum þannig skiptir mér miklu máli og ég hugsa sko að ef ég væri ekki í námi líka að þá væri ég talsvert slakari þjálfari bara. Já, þú þarft svolítið að vera þú ert með báða hliðarnar, þú veist hvernig það er að læra og þú veist hvernig það er að kenna. Já, ég held að mjög oft séu bestu kennararnir þeir sem geta sett sig hvað best í spor nemandans. Já. Þeir sem að skilja á hvaða stað nemandinn er og hvað hann er að hugsa og hvernig hann skilur eða miskilur hlutina til þess að geta einmitt leiðrétt miskilningin og tekið skilningin á næsta plan. Já, ég mitt byrjaði sjálfur á svona stað þannig að ég veit alveg hvernig þetta er og ég var með góða þjálfara þegar ég byrjaði í glímunni sjálfur þó það var frekar stutt komið hérna á landi en svona með því að pæla svolítið í þessu sjálfur þá komst ég einmitt frekar langt. Ég las ekkert bók og það var einmitt maður sem skrifaði bókina þetta var svona bók um svona hvernig svona lífsspeki bók eiginlega og hann var að segja frá því hann fór einmitt í svona bardagalisti sá náungi og fyrsta sem að þjálfarna sagði honum gakkt upp á fjall fyrst venjulega svo gattu upp á hlið svo aftur á bakk og svo hlið og þegar þetta er allt orðið auðvelt komdu þá og þá skulle ég þjálfa þig. Já. Það sem er svolítið góður punktur þarna var í rauninni verið að þarna þetta að læra þolinmæði og aga. Já, mér finnst þetta einmitt þolinmæði og ægi að fólk nú til dags hefur bara eiginlega enga þolinmæði og frekar takmarkaðan aga og náttúrulega margir þættir sem spilin það og ég held að símanum sé á stóru leyti að kenna, snjallsímanum að fólk þarf alltaf að fá eitthvað núna þú vilt eitthvað þá að koma strax þú vilt vera góður að glíma það, ég vil vera góður núna en það gerir sér ekki grein fyrir að þetta tekur virkilega tíma og þarf að setja þolinmæði í þetta og þetta er alveg erfitt. Það sem er líka mikið verið að selja algjör á snákaolíu eins og
þú veist, kenni þér að kýla fast og Mike Tyson á 3 vikum eða eitthvað, komdu á bardaðanámskeið til mín og lærðu það, þú veist, og eitthvað þetta tapaðu 10 kílóum og þú veist, oft verið að selja svona töfralausnir og fólk að kaupa þær af því það hefur ekki Já, og við tala þetta með snókólun líka, það ótrúlega mikið fólki sem vill kenna sjálfsvörn en í rauninni ekki að kenna neina sjálfsvörn og það sem einkennir góða sjálfsvörn og það að hafa alveg mótspinnu af því að þegar þú ert að æfa og ég pæli mikið hlutunum og ég kenni tæknina og síðan hugsa maður mikið út á meðan maður að æfa það en síðan þegar maður byrjar að glíma að þá maður ekkert sérstaklega mikið að hugsa og ég veit að Gunni hefur mikið talað þetta hugsunum svolítið dettur út og þetta líka svona með sjálfsvörn þegar ráðist á þig að þá ertu ekki að fyrir að hugsa já, nú ætla ég að grípa hérna og svo ætla ég að taka niður svona og svo ætla ég að gera þetta það bara gerist það sem gerist þú vilt að það sé bara prentað í þig bara, þetta gerist þá bara gerist þetta og þá lendur allt í kannski búin að taka kast búin að halda ykkur stöðu, bara hvað gerðist en þá var þetta bara, þetta það sem búin að vera að gera og þetta það sem gerðist þannig að í staðin fyrir að láta fólk kenna þér eitthvað já, kýlir einu sinni í hálsinn og stoppar orkusviðið svona og þá dettur fólk niður þetta virkar ekki, þetta kjaftæði og það ótrúlega mikið af fólk sem reynir að kenna sjálfsvörn með hnífum eða byssum þetta bara svo hættulegt þetta bara bull já, bara bull og þetta virkar ekki það sem virkar þessu bara hlaupa í burtu það er næstu ómögulegt að verja sig gagnvart einhver sem ætlar að stinga með hníf ef hann hefur einhverja minnstu hugmynd hvað hann ætlar að gera já, það er bara gleymd því þú skerst allur og þú panikar þegar þú byrjar að skerast og þú mynd gleyma allri þessari kóreografi og dansbórum sem er búið að kenna þér já, og ég heyrðum daginn sögu af einn frægasti svona hnífa sjálfsvarnarmaður í heimi og hann ætlaði að stoppa einhverja hnífaárás og var ekki trekka stungin og þegar hann var spurður út í þetta eftir hann sagði, já, hann réðist villust á mig með hnífin sko já, hann var ekki búin að læra hvernig ég vil láta ráðast á mig þannig að þau eru að hlusta og þið ykkur langar að læra sjálfsvörn að hvort sem það hjá mér eða hjá okkur öðrum að allavega ekki láta selja ykkur að sé að læra sjálfsvörn þegar það er engin mótspinna já, það er náttúrulega ég hef svo sem upplifað þetta sjálfur ég fór og lærði svona World Jiu-Jitsu Federation Jiu-Jitsu, það sem að það er einhverjar fyrirfram ákveðnar hreyfingar, einhver stígur fram og kýlir eða einhver fyrirfram ákveðin hátt og svo ídru hendinni frá og þú tekur eitthvað tak og hinn gerir ekkert á meðan en alltaf í alvörunni þegar að þú gerir eitthvað eins og þegar maður lærir judo til dæmis að þá lærir maður einhver gríp og tök og einhver uppsendingur fyrir köst og það er það auðvelda, svo er það erfiða er að hinn bregst alltaf við og reynir að koma í veg fyrir þú gerir þetta og stígur frá þegar þú grípur í hann og allt það Já, mér finnst að segja þetta kallast ekki sjálfsvörn nema sem við mótspyrnu en ótrúlega mikið af sölumunum sem að lifa góðu lífi á því að ljúga fólki Já, og það er svo auðvelt að læra svona kóreografíu og það sem þú kastar einhvern mjörðina sem hoppar með Já, það lítur ótrúlega vel út líka það lítur vel út en það virkar ekki neitt Ég hittir eins og bandarískan Hermann sem einmitt kendi mér hvernig þetta afvopna mann sem ógnaðir með hnífi þetta stendur svona í áttina þér og en til þess að þú geti gert það þá áttu að vera mjög snöggur þú áttu að vera snöggur að hugsa Já, en svo verður kannski ekki nógu snöggur og svo er hann kannski með hnífi hinn í hendinni líka og eitthvað þannig að það er ekki það er ekkert eitt í þessu Nei, þú getur heldur ekki, þetta er eins og ég veit ekki, þetta er svolítið eins og að ætla að muna punta á korti og hvað er heita á eitthvað og þú skoðar kort af Reykjavík eða eitthvað eða segjum kort af Singapúr, það sem við aldrei koma á og skoðar punta úr lofti af einhverju, þú veist, hérna er þetta og hérna er þetta og hérna er þetta en hefur aldrei séð myndaborgin, aldrei labbað í henni þetta er svolítið eins og ætla að rata borg á því að hafa skoðað kort svona sem sagt bara svona loftmynd og aldrei labbað með borginu meðan við að hafa kannski bara labbað með borginu og þá ratar við Þetta er góð líking eða bara þú veist hljóðfæri alveg eins og þú lærir að spila hljóðfæri þú horfir ekki á einhvern á YouTube spila gítar þú veist þú lærir ekki bara nótundur utan þú þarft sjálfur að spila til þess að hreyfingarnar verða eðlilegar læra gripina á þess að tengja þau saman Já, nákvæmlega þannig að ég er alveg hjartanlega sammála og ekki móðga einhvern að segja að Aikido sé kjaftaði Já, ég reyna aldrei að taka neina sérstakar íþrótti fyrir en þegar þú talar World Jiu-Jitsu þá það er eitt þjálfarinn hjá okkur sem að var að það með svartbelti því og svo fór hann held ég á eina æfingu í Brazil Jiu-Jitsu og bara hafði það allavega, hann getur sagt bara ok, allt sem hún að læra sem 5-6 árin er kjaftaði, ég ætla bara að dempa mér í þetta núna þannig að hann geta haft svolítið opinn huga og tekið nýjar ákvarðanir út frá einhverju öðru sem að kemur það sína er að þetta kjaftaði það er enginnir gagnin að hugsa Já, það er nefnilega að fólk rekkur oft í varnargýrin þegar það í rauninni það er kallað svona réttlæting á
vinnuðinni eða þú veist justification of effort. Ég meina allar gríðarlega leiðilegt að vera æfa eitthvað í mörg ár og reyða tíma í eitthvað sem reynir síðan bara að vera snöggurlega. Já, og það eru margir nefnilega sem að rökkva bara í afneitun þá. Já. En hann fór í brasilískt jiu-jitsu og er núna með svartbelti í því, þannig að og ég reyna ekki að taka neinar íþróttir sérstaklega fyrir en bara skoðið aðferðnar sem að er beittu að þjálfa og ef það er engin mótspyrna að þá ef einstaklingurinn sem að þú ert á móti er ekki að reyna að gera eitthvað við þig og láta þér mistakast og svoleiðis, ef hann er bara að gera eitthvað fyrirframákunar hreyfingar þá er það ekki mótspyrna það er ekki hægt að kalla það sjálfsvörn. Nei, þá myndi ekki læra alvöru sjálfsvörn af því. Það er bara fínn dansing á síður og ef þú hefur gaman að æfa þannig íþróttir að þá er það bara flott en ekki lífi ykkur í sjálfsbleikingum. Já, svo nota svona afsakanir í þess að þetta sé of hættulegt til þess að æfa þetta með mótspyrnu og eitthvað en svo er þeir kannski að pota í augun á einhverjum og hitta í einhverja slagað í hálsinu með eitthvað og svona en málið er að ef þú myndir ná þessari nákvæmni en geta potað akkurat í augun á einhverjum eldsnögt, slegið einhverja slagað slegið akkurat og hitta akkurat í barkan frekar en bara hýlta eitthvað eða grípið hann ef þú næðir þessari nákvæmni þá myndir þú líka í alvörunni geta ekki gert þetta, hitta akkurat ekki í slagaðinni hitta akkurat ekki í augun, þú myndir ekki þetta er bara svo mikið mótsögn í rauninni að segja þetta. Ef þú nærð þessari stjórna þá getur þú samt ekki stjórna þér þú veist, í hináttina að drepa ekki eitthvað þú getur stjórna þér að drepa eitthvað. Nei, menn, ég hef heyrt þetta líka með að þú veist akkur sér maður þetta þá ekki í eins og UFC sem eru stærstu bardasamtökunni það bara, nei, þetta er dróf hættulegt þú myndir bara drepa eitthvað annað en í rauninni, ef þú pælir í þú veist, allt sem sér í UFC það eru hlutir sem að virka alveg þá sem, veist, þetta er með mótspyrnu, hinn er að streitast mótið þess mikið og mjögulega getur og þú nærði þessu, þá er það eitthvað sem myndi virka í alveg aðstæðum. Og það er vissulega bannað að býta og pota í augun til dæmis í MMA og UFC og svona. Já, en það er alveg hættulegt, ég kaupi það en ef að ég myndi ætla að fara á móti Conor McGregor og hann ætlaði bara að berjast við mig með reglum og ég ætlaði að pota í augunum og býta hann myndi bara kýla mig í gólfi strax, ég myndi aldrei ná að pota í augunum. Ég held að það myndi ekki ganga vel fyrir þig. Nei. Þannig að veist, það er bara svona atriði til þess að þessir bardagamenn í rauninni slasi sig ekki og meiði sig eitthvað meira en þeir gera en ef að þú myndir leyfa þeim að býta og klóra og rífi hár og eitthvað svona þá myndu samt cirka sömu kallarnir vera bestir áfram. Algjörlega. Það væri bara einmitt eins og segja líftíminn og það væri sannlega stutt því að grunnurinn er sá sami að þú veist Conor McGregor ef hann mætti poti í augu eða eitthvað þá er hann samt miklu líklega til að kýla bara því það er miklu auðveldara og já, ég meina það er alls konar hluti sem eru líka bannaðar eins og sparka í hausinu okkur sem er líkjandi en hjánum þannig að það er lengur reglu þó að sé mikið lyft og það sé alveg hættur íþrótt að þá eru samt svona ákveðnar grunnreglur. Já. En flæðskýr og endarunni hér í dag Jóhann Kristján heiti ég, Rökkvi Vinsteinsson og Axel Kristjánsson. Þú segir nafnið þetta vel gert. Nú góð rétt, já. Alltaf rétt hjá mér, sko. Já, og næsti þáttur er afmælis þáttur flæðskýrsins. Þá verðum við búin að vera í ár. Gaman að því og þá fáum við skemmtilega gest. Já, við segjum ekki hvað það er samt. Nei, við gerum það aldrei. Það er alltaf leyndamál. Alltaf leyndamál, en hann er landsþekktur. Já. Og mun koma skemmtilega vart. Við ætlum að enda þetta á Kalljá og Way Down We Go. Takk kærlega fyrir komuna, Axel. Takk fyrir mig.